Komið sælir áhorfendur góðir. Efni sem í hönd fer fjallar Biblíuna. Sigurður Pálsson fer svolítið í Guðbrandsbiblíu og tilurð hennar. 2 lög munu heyrast í þættinum úr Sálmunum og texti með mannlífsmyndum yfir. Svo kemur Sigurður Pálsson aftur með þá umfjöllun þýðingarnar á Biblíunni frá upphafi til voradaga. Þetta áhugavert efni sem framundan sem við erum að hvetja til þess að skoða. Guðbrandsbiblía, hún kennd við Guðbrand Þorláksson biskup. Hann var biskup á Hólum frá 1571 til 1627 eða í rúm 56 ár. Sá maður sem lengst hefur setið á biskupsstól á Íslandi. Guðbrandur var afar fjölmenntaður maður og það má segja að það hafi verið hann sem að festi siðbót Lúthers í sessi hér á Íslandi, öðrum fremur. Því að hann var mikill og ötull bókaútgefandi. Hann var með prentsmiðju á Hólum sem hafði reyndar verið flutt til landsins fyrir hans tíma og hann gaf út í sinni biskupstíð hvorki meira né minna en 100 bækur sem voru aðallega náttúrulega Guðsorðabækur, sálmabók, messusöngsbók og svo náttúrulega þetta mikla afrek Guðbrandsbiblía. Nú, það var einmitt með siðbót Lúthers sem að fara var að leggja áherslu á það að fólk heyrði Guðs orð á sínu eigin móðurmáli. En rómversk-kaþólska kirkjan, hennar mál var latína. Og Lúther sjálfur, hann þýddi Biblíuna á þýskt alþýðumál til þess að fylgja þessari hugsun sinni eftir að fólk gæti lesið Guðs orð á eigin máli. Þessi útgáfa Guðbrands á Biblíunni gríðarlega mikið afrek, bæði kirkjusögulega og menningarlega og átti meðal annars og hefur átt ríkan þátt í því að Íslendingar varðveittu tungu sína eins vel þeir hafa gert. Og auk þess sem að þýðingin hafði ómæld áhrif á þróun tungunar. Og það rétt að geta þess líka að það svolítið undarlegt að þessi sára fámenna þjóð hér, norður á hjara veraldar, að hún skuli hafa fengið á eigin tungu Biblíuna og þar með verið í hópi fyrstu 17 þjóða sem fengu Biblíuna á eigin tungu. Það mjög athyglisvert og sýnir hvað Guðbrandur hefur verið í nánum tengslum við evrópska kirkjumenningu. Nú, áður en Guðbrandur gaf út Guðbrandsbiblíu þá hafði Nýja testamentið verið gefið út. Það var prentað í Danmörku og hafði verið þýtt af Oddi Gottskálkssyni sem að laumaðist til þess í fjósinu í Skálholti. Hann var í þjónustu síðasta kaþólska biskupsins þar og þetta Nýja testamentu Odds tók Guðbrandur upp í sína biblíútgáfu. Auk þess hafði fyrsti lúterski biskupinn í Skálholti, Gissur Einarsson, hann hafði þýtt nokkur rit úr Gamla testamentinu og það sem ávantaði álitið að Guðbrandur hafi þýtt sjálfur. Nú, þýðingin hjá þessum mönnum var fyrst og fremst úr þýsku og síðan úr dönsku, en Biblían var þá þegar komin út á dönsku. Nú, hann lagði Guðbrandur gríðarlega mikla vinnu í þetta. Þetta stór bók í stóru broti, hún hvorki meira en 1242 blaðsíður að stærð og það voru prentuð af henni 500 eintök og að prentuninni unnu 7 menn í 2 ár. Því að það var hver blaðsíða fyrir sig prentuð, ekki í stórum örkum eins og nú Og Biblían prentuð með gotnesku letri. Við nútímamenn eigum svolítið erfitt með að lesa það letur nema að læra stafagerðina, en það
ekki flókið í sjálfu sér. Nú, hann myndskreytti þessa biblíútgáfu sína eins og tíðkaðist þá, bæði fluttan inn myndir eða öllu heldur skreytingar ýmiss konar erlendis frá. Það eru líka stórir og fallegir upphafsstafir í biblíunni, tréskurðarmyndir sem hann flutti líka inn, en þó álitið að hann hafi sjálfur skorið nokkur af þessum upphafsstöfum, enda talið að hann hafi verið mjög mikill hagleiksmaður í höndum. Nú, sömuleiðis þá vandaði Guðbrandur gríðarlega mikið til bókbandsins. Hann sendi mann til útlanda til þess að læra bókband og til þess að afla verkfæra, til þess að geta gert bandið sem best úr garði, og bókin var bundin í kálfskinn og það voru skreytingar þrykktar í leðrið, og auk þess voru svona látúnsskreytingar og látúnsspennur á bókinni til þess að hún lokaðist vel þegar hún var ekki í notkun. Nú, almenningur átti ekki þess kost að eignast þessa bók, því miður, en eintækið kostaði á milli 2 og 3 kýrverð. En kóngurinn í Kaupmannahöfn, Friðrik Annar, hann styrkti þessa útgáfu og fyrirskipaði kirkjum hér að leggja líka þýðingunni til, og þannig atvikaðist það að flestar kirkjur á landinu eignuðust þessa bók. Þannig að upp úr henni hefur verið lesið við guðsþjónustur í íslenskum kirkjum. Og ártalið er 1580. Í Nýja testamentu Odd Gottskálkssonar kom út 1540 og 40 árum síðar kom þessi mikla útgáfa Guðbrands. Og eins og ég sagði áðan að þá er þetta talið mikið afrek og hafa haft gríðarleg áhrif á íslenska kristni, á það að Lúthers siðbótin festi hér rætur og á þróun tungunar. Þegar Íslendingar tóku kristna trú árið 1000 er skiljanlegt að ekki væri til mikil þekking á Kristi, verkum hans, störfum og hvað hann hefði að segja og hvers konar boðskap hann flytti. Boðunin og fræðslan var því að komast til skila til að kristnin fjaraði ekki strax út aftur. Gleymum þó ekki hinu að áður en kristni var lögfest voru menn hér sem undirbyggu jarðveginn og því einhver grunnþekking til staðar á þessum fræðum. Eitt er að taka trú og annað að vita hvað trú snýst og hvað trú er og framganga í sinni trú. Árið 1000 og eftir að kristni var fastmælum bundin þurftu menn að geta með skiljanlegum hætti útskýrt fyrir hinum almenna manni hvað átt væri við með kristni og hví kristin trú væri mikilvæg og hvaða boðskap Biblían inniheldi og hvaða yfirburði Kristur hefði og hví heiðnin þyrfti að víkja. Haldgóð þekking á boðskap Biblíunar var nauðsynleg til að trúin fengi eðlileg vaxtarskilyrði. Þetta hefur ekkert breyst. Fræðslan er jafn mikilvæg nú og þá.
see, nor mine eyes lofty. Neither do I exercise myself in great matters or in things too high for me. Surely I have behaved and quieted myself as a child that is weaned of his mother. My soul is even as a weaned child. Let Israel hope in the Lord from henceforth and forever. Fáum nokkrar heimildir. Síðuhallur Þorsteinsson var íslenskur goðorðsmaður og höfðingi á 10. öld og einn helsti leiðtogi kristinna manna á alþingi við kristnitökuna. Goðorðsmaður var titill sem á þjóðveldisöld var notaður mann sem átti eða hafði á hendi goðorð eða mannaforráð. Goðorðsmenn höfðu að mörgu leyti svipað hlutverk og alþingismenn nú á dögum. Það þeir áttu sæti á alþingi en þeir fóru einnig með ákveðið framkvæmda og dómsvald í heimahéraði sínu, stóðu fyrir hérastingum og fylgdu eftir dómum. Ólafur Tryggvason Noregskonungur sendi Þangbrand til Íslands til að kristna landsmenn og kom hann á skipi sínu í Berufjörð. Bræður sem bjuggu á Berinesi bönnuðu mönnum að eiga samskipti við hann, en þegar Síðuhallur frétti af því, bauð hann Þangbrandi og mönnum hans til sín að þvott á. Hallur tók kristna trú og var skírður ásamt öllu sínu fólki. Hann lagði síðan Þangbrandi lið við trúboð hans og tóku margir trú. Á alþingi árið 1000 voru fjölmargir flokkar kristinna manna og heiðina og var Þorgeir ljósvetningagoði helsti leiðtogi hinna heiðnu, en Síðuhallur fór fyrir þeim kristnu ásamt Gissuri hvíta og Hjalta Skeggjasyni. Þangbrandur var þá farinn aftur úr landi. Urðu harðar deilur og kristnir menn og heiðnir sögðu sig úr lögum hvor við aðra. Þá sömdu þeir Síðuhallur og Þorgeir að Þorgeir skyldi setja upp lög fyrir báða og lagðist Þorgeir undir feld og lá þar lengi. En þegar hann kom undan feldinum, gekk hann til Lögbergs og kvað upp úr með að allir menn skyldu skýrast og taka kristna trú. Þorgeir fékk tækifæri til að höggva á hnút sem komin var upp á milli fylkinga þeirra sem vildu kristna þjóðina og hinna sem vildu halda í sitt gamla, eða heiðindómin. Hér stemdi auðsjónlegi átök sem bæði Síðuhallur og Þorgeir vildu hlífa landi sínu við meira en orði var. Og þetta tekur svo Þorgeir meðal annars með sér undir feldin og hefur eflaust byggt sína ákvörðun að stórun hlut á. Niðurstaðan að gamla átrúnaði landans var varpað fyrir róða og tilskipun gefin út að þjóðin skuli gerast kristin.
Ljóst að þarna urðu gríðarleg umskipti í lífi Þorgeirs ljósvetningagoða og trúlegt að hann sjálfur hafi gengið Drottni á hönd eftir að hafa gefið út svo ákveðna yfirlýsingu. Munum að hér lágu fyrir skýr og skorinorð úrslit í miklu ágreiningsmáli sem voru enga heiðni heldur kristni. Þorgeir þessi var áhrifamaður. Öðruvísi hefði hann ekki getað gert það sem hann gerði, að því virðist einsamall. Einnig vel hugsanlegt að ljósvetningagoðanum hafi verið fengið sitt hlutverk í málinu vegna þess að Síðuhallur og hans menn vissu að sigurinn var þeirra og aðeins tímaspursmál hvenar hann yrði staðfestur og því treyst Jesú fyrir málinu og þannig boði manninum að ganga frá borði með reisn en ekki gjörsigraður og svínbeygður með alla skömm hins sigraða á sér. Höfum þann möguleika alltént opinn. Síðuhallur og hans lið var kristið fólk sem þekkti kærleika Jesú sem vill að allir menn komst til þekkingar á sannleikanum. Skrefið sem stigið var árið 1000 líklega stærsta framfaraskref Íslandssögunnar. Gleymum samt ekki aðalatriðinu sem áþreifanlegu fingur Drottins í kringumstæðunum sem lætur heiðindómi víkja fyrir heilugu orði sínu. Komið var að þjóðinni lengst í norðri að eignast lífið í Kristi. Við sjáum að heiðnu mennirnir börðust fyrir sínu en lutu í lægra haldi fyrir hinum upprisna Jesú. Þetta snerist allt Jesú. Drottin hinn sanni Guð. Umskiptin ein og sér voru þó ekki næg til framtíðar litið. Meira þurfti að gerast. Á þessum tíma var orð Guðs ekki til í landinu nema í litlum bitum hist og her. Ljóst að Biblían varð að berast til landsins og ná eyrum manna til þess að mögulegt væri að eyða út öllum áhrifum heiðninnar. Fólki þurfti sín andlegu vopn í stríðinu við afl myrkursins sem lá að baki og allt kristi fólk viðurkennir að liggi til grundvallar heiðni. Einnig trúlegt að fólk hafi spurt sig ýmissa spurninga þessi nýju trúarbrögð. Til dæmis hvað eilíft líf væri, hvað væri að endurfæðast, hver hann væri þessi Jesú, hví þyrfti að skýrast, hví söfnuðurinn og reglulegt bænalíf sé svo mikilvægt í kristinni trú. Öllu svona var nýfengin trú skiljanlega að geta útskýrt, sem og var gert. Meðal hins fyrsta sem rita var á íslensku voru þýðingar helgar, sem getur bæði átt við ýmiss konar trúarlegar útleggingar en einnig þýðingar á ritum Biblíunnar. Á 13. öld virðist hafa verið unnið markvissar að því að þýða og endursegja einstök rit Biblíunnar og var þessum þýðingum safnað saman 1350 í ritsafn sem kallað Stjórn. Ekki útilokað að öll Biblían hafi verið til í íslenskri þýðingu á 14. öld, en ekki hefur tekist að sýna fram á það. Árið 1000 var menntun áfátt á Íslandi. Fólki var fátækt og bara á færi örfára manna að ganga menntavegin. Árið 1000 risti Kristur þessa þjóð í lófa sinn til framtíðar og afnam vald myrkursins sem áður réði í heiðninni. Og fólkið með sitt mustaskorn hélt utan það sem það átti og neitaði að sleppa. Þannig hélt trúin velli og lifir enn í dag á meðal þjóðarinnar. Þetta merkilegt og líka umhugsunarefni. Praise ye the Lord, praise the Lord, O my soul. While I live will I praise the Lord. I will sing praises unto my God while I have any being. Put not your trust in princes, nor in the Son of Man, in whom there is no help. His breath goeth forth, he returneth to his earth. In that very day his thoughts perish. Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God, which made heaven and earth, the sea, and all that therein is, which keepeth truth forever, which executeth judgment for the oppressed,
which giveth food to the hungry. The Lord looseth the prisoners. The Lord openeth the eyes of the blind. The Lord raiseth them that are bowed down. The Lord loveth the righteous. The Lord preserveth the strangers. He relieveth the fatherless and widow. But the way of the wicked he turneth upside down. The Lord shall reign forever, even thy God, O Zion, unto all generations. Praise ye the Lord. Já, það voru oft verið spurt að því af hverju verið væri að þýða Biblíuna upp á nýtt fyrst að búið er að þýða hana einu sinni. Hvort að það geti ekki bara dugað ef að til þess hefur verið vandað. Til þess liggja margar ástæður. Í fyrsta lagi breytist tungumálið, þó íslenskan hafi breyst kannski minna en mörg önnur tungumál. Í öðru lagi eru menn sífellt að bæta við sig þekkingu á þessum fornu tungumálum, hebresku og grísku, skilja betur orð og hugtök, öðlast aukna þekkingu á samtímasögu bæði Gamla og Nýja testamentisins og eiga þar leiðandi auðveldara með að þýða með eins nákvæmum hætti og kostur er miðað við þekkingu hvers tíma. Og í sjálfu sér hefur þetta þýðingarstarf ekki breytt skilningi manna á kristindóminum í grundvallaratriðum, heldur fyrst og fremst aukið skilning og dýpkað skilning með þessari þýðingarstarfsemi, auk þess eins og ég sagði að tungumálið er sífellt að breytast. Og því að nú margir sem að þekkja jólaguðspjallið, þá ætli ég að leyfa ykkur að heyra hvernig það hljóðaði í Nýja testamenti Odds Gottskálkssonar 1540. En það bar til á þeim dögum að það boð gekk út frá keisararum Ágústó, það heimurinn allur skyldi skattskrifast. Og þessi skattur hófst fyrst upp hjá Kyreno, sem þá var landstjórnari í Sýría. Og allir fóru að tjá sig, hver til sinnar borgar. Þá fór og Jósef af Galilea úr borginni Nazaret upp til Júdeam, til Davíðsborgar, svo er kallast Betlehem. Af því að hann var af húsi og kyni Davís, að hann tjáði sig þar, meður Maríu, sinni festar kvon óléttri. En það gjörðist þá þau voru þar, að þeir dagar fullnöðust eða hún skildi fæða, og hún fætti sinn frumgetinn son og vafði hann í reifum og lagði hann niður í jötuna, því að hún fékk ekkert annað rúm í herberginu. Af þessu sjáum við að íslenskt tungutak hefur breyst leið og við eigum ekkert erfitt með að skilja þetta 500 ára gamla tungumál. Nú, Biblían kom út í nýrri þýðingu 2007 og svo útgáfa vakti náttúrulega athygli og voru ekki allir á eitt sáttur það hvernig til hefði tekist. Það var vitað fyrirfram vegna þess að ný þýðing á Biblíun hefur aldrei komið út án þess að menn skiptust á skoðunum með það hvort þetta væri góð eða slæm þýðing. En þetta var sem sagt 11. útgáfa Biblíunar á íslensku, þessi nýja þýðing 2007, og af þessum 11 hafa 5 þeirra verið nýjar þýðingar. Fyrst kom sem sagt út Guðbrandsbiblía 1584, síðan kemur Þorláksbiblía 1644, Steinsbiblía 1734 og það var ný þýðing, ekki úr förmálunum reyndar, heldur úr dönsku og þýsku. Síðan kemur svokölluð Weissenhúsbiblía, það var nafnið á pressmiðunni sem hún var prentuð í. Hún kom út 1747 og var endurprentun. Síðan kemur Hendersonsbiblía sem kölluð er
1813 og hún kennd við Ebenezer Henderson sem kom hingað, var eiginlega sendur að breska á erlenda biblíufélaginu til þess að útbreiða Guðsorð á Íslandi og hann kom með þessa biblíuprentun í 5.000 eintökum og það var fyrsta biblían sem almenningur átti kost á að eignast á Íslandi. Og hann var frumkvöðla því að Íslenska biblíufélag var stofnað hér 1815 og það á sem sagt 200 ára afmæli 2015. Og hann ferðaðist um landið þvert og endilangt og skrifaði heilmikla ferðasögu það. Og hann segir meðal annars frá því að hann hafi hitt presta sem ekki einu sinni áttu biblíuna og verið að lána hver öðrum. Nú síðan kemur Viðeyjarbiblía 1841. Hún að hluta til þýdd úr frummálunum en þó ekki öllu leyti. Reykjavíkurbiblía kom út 1859 og hún var endurprentun. Síðan kemur Lundúnabiblía 1866, það kom það svolítið þétt þarna fyrst. Og svo fyrsta þýðingin sem að gerð á allri biblíunni úr frummálunum, hebresku og grísku, svokölluð aldamótabiblía sem kom út 1912 fullbúin. Nú síðan kemur biblía 1981, svo sem að við sem nú erum lifandi þekkjum best. Í henni voru Guðspjöllin nýþýdd en einstaka rit lítillega endurskoðuð og það var alltaf hugmyndin þá að ljúka þessu verki, þar að segja að þýða alla biblíunum frummálunum. Og það það sem að því verki var lokið sem sagt árið 2007. Það var þarna nokkur hlé eftir útgáfun 81 en síðan var farið af stað 1980 og 8 eða 9 og það tók fræðimenn, málfræðinga, sérfræðinga í hebresku og grísku, málvísindamenn og fleiri 20 ár að ljúka þessari nýju þýðingu. Þannig að það var mikil vinna lögð í þetta og menn lögðu sig fram að koma þessum texta til skila á vandari nútíma íslensku og eins réttri miðað við frummálin eins og mögulegt var. Já, ágætu áhorfendur. Við trúum því að þú hafir haft gaman, gagn og gleði af því sem þú sást. Enda tilgangur í sjálfsögðu enginn annar. Að vera vel að sér í orði Guðs, mönnum til góðs. Guð geymið áhorfendur góður og varðveiti nú alla framtíð. Amen. If you have tears